Á Hótel Tanga á Vopnafirði hægt að fá sér gott að snæða, hitta kunningjana og að sjálfsögðu gista í einu af 17 herbergjum hótelsins. Hérna koma Vopnfirðingar til dæmis saman til þess að horfa á landsleiki og oft þá mikið fjör. Hótelið rekið af hjónunum Gísla Arnari og Árnýju en þau hafa átt staðinn í 5 ár og mikið unnið til þess að betrumbæta umhverfið. En hvað hefur hótelið verið þarna lengi? Ég myndi halda að vera búið að vera hótelrekstur hérna í húsinu í 30-40 ár. 30-40 ár, ef ekki meira. Á samt ýmsu öðru. Það er búið að reka hér skrifstofur útgerðarfélagsins Tanga voru hérna í framöndanum. Það hefur verið blómabúð hérna. Alls konar. Og veðurbari. Já, og veðurbari frægi. Náttúrulega. Já, og þið hafið tekið við hótelinu hérna fyrir 5 árum. Já. Og var það það eina sem þið voruð að sýsla? Nei, þá rákum við Ekki alveg. Ólasjöppu. Já. Hættum því núna í mars. Og hvernig gekk það að vera bæði með hótelrekstur og sjoppurekstur á sama tíma? Það hafðist. Það gekk. Já, það var allt í lagi. Við vorum starfsfólk, og við vorum mjög gott starfsfólk. Lítið frí. Já. Lítið frí, já. Hvað haldið þið að verið svona mikið að taka ykkur frí dag? Þeir voru afar fáir. Sum árin voru afar 1-2 dagar. En hvernig það samt að reka hótel hérna á Vopnafirði? Það gengur ágætlega sko. Já. Og það er svo sem búið að vera, Fínt þetta er búið að vera uppleið hjá okkur Fínt á þessum 5 sumar, árum. já. Fínt sumar sem er að klárast núna, Já. mjög gott. Og ég veit ekki af hverju, allavega hefur veðrið ekki endilega verið hjálp okkur. Nei, Nei. það er aukning í ferðamönnum sem sagt. Það er sannarlega sumar. Og hafið einhverja hugmynd af hverju? Ég er með kenningum að þetta sé Norðurstrandarvegurinn Já, og markasetningar hjá Austurbrú. Já, ég held að markaðssetningar hjá Austurbrú og hérna markaðsstofu Norðurlands og þessi Norðurstrandarleið er alveg sannarlega, við heyrum það bara Okkar kúnur sem voru að koma. Og það vilja allir keyra í hringi. Já. Og útlendingarnir vilja helst náttúrulega fara Helliseiðina, sama hvernig ástand er á henni og hvernig veðrið er. Já. Og jafnvel eins og í sumar þar sem að vantaði nú nánast alveg eina árstíð inn í kerfið og við fengum nú... En þeir glöddust nú bara yfir veðrinu hjá okkur. Já, við fengum mér sjá... Fínt veður. Gaman að vera í svolítið vondu veðri. Já, þeir klöppuðu sumir ef það var spáð rigningu. Þannig að það er ekki... Við getum ekkert kvartað. Nei. Svo hefur líka breyst þjóðernið hérna. Já. Meira Suður-Evrópu búum í sumar heldur en hefur verið. Þau eru náttúrulega vön svo góðu veðri að þeim finnst þetta náttúrulega... Já, þeir eru allavega vön miklum hita, skulum við segja. Já. Og hann lækkaði nú sennilega alveg 30 gráður þegar við komum hingað í sumar frá þeirra heimalöndum. Því að við fengum... Þeir voru að segja okkur að það er 40 stiga hiti hjá þeim núna. Já. Þeir eru kannski 8 gráður í okkur. Já. Og þeim hefur bara fundist það frábært. Æði. Æðislegt. Og hvað er svona, lendir maður í einhverju svona öðruvísi þegar maður er einhver hótel? Jú, það er sko margt sem kemur. Við erum búin að sjá allt. Já, ég held að við séum búin að sjá allt. Við erum búin að 99% af okkar gestum náttúrulega bara frábært fólk og gaman að hitta það og kynnast í. En svo komur náttúrulega uppákomur sem er svona út fyrir og svona leiðinda uppákomur sem og kona dáið hjá okkur hérna. Já, dónuveit gestur. Þannig að ég held að við séum á þessum stutta tíma séum búin að sjá allt. En það var ekkert, hvað kom fyrir þessa konu, ef ég má spyrja? Ég heldur hún hafi bara orðið brókvætt. Já. Bara svo leis. Hún vaknaði bara ekki. Hún vaknaði ekki morgunin. En við skulum vita okkur í skemmtilega. Já, gerum það. Hvað er skemmtilegast við að reka hótel? Kynnist fullt af fólki. Já. Alls konar fólki. Alls konar fólki. Haldið eitthvað sambandi við fólk sem hefur komið? Já. Já. Við höfum búin að fá heimboð til Ísraels meðal annars. Við höfum reyndar ekki farið þangað. Við höfum ekki búin að fara þangað. Við höfum fengið pakka frá fólk. Já. Börnin okkar meira segja að við fengið pakka frá fólki sem er föt og... Sem hafa gist hjá okkur. Fengum einn Ameríkanamann í þetta sem að senda okkur pakka með bólum uppáhaldsliðinu hans í borginni og alla fjölskylduna. En það er ekki svolítið gaman? Þá finnum maður svolítið fyrir að fólki hefur liðið vel? Rosalega gaman. Svo hefur við fengið bréf, póstkort frá fólki. Já. Við reynum að hafa þetta svona heimilislegt. Já. Við erum í raun og veru bara, það eru bara 2 starfsmenn á þessu hóteli. Já, ég erum við hjónin og talað um báða. Já, það er mikið sem það er að gera.
Já, það þarf að... Við ströjum og þvóum þvott og ánýja þetta matinn og ég vaska upp og svo náttúrulega þarf að gera allt hitt, þrífa og það þarf að sjá að taka við bókanir og pandanir og fleira. En þetta hefst. En hver er yfirmaðurinn? Það er ekki spurning á henni, ég er í vinnu hjá henni, sko. Já, ég skil. Hvað starfstitil berð þú þá? Það er stundum deilt það. Já. Ég hef nú titlað mig sem uppvaskara. Þegar fólk er að þakka fyrir matinn, þá segi ég að þau séu ekki að tala við réttan aðila. Það þarf að þakka fyrir uppvaskinn. En það þarf að vaska upp, sko. Já, það er sko.